Þann 30. maí næstkomandi hefði einn ástsælasti tónlistarmaður þjóðarinnar, Jónas Ingimundarson, píanóleikari, orðið 82 ára. Það er rúmt ár liðið frá andláti þessa merka manns og þeir eru komnir hér tveir stór söngvarar Íslands, Gunnar Guðbjörnsson og Kristinn Sigmundsson. Verið þið velkomnir, herramenn. Takk. Jónas er maður sem þið unnu mikið með, ekki satt? Hvað geturðu sagt okkur Jónas, Kristinn? Já, það verður löngur ómsaði, maður á að segja allt sem að... Ná, því leikur ekkert á. Slökkva síman, já. Sko, ég kynntist Jónasi svo sem ekki, en það fyrsta sem ég sá til hans, það var þegar ég var að kenna í menntaskólanum við Sund í eldgamla daga, kring 1980. Og þá kom Jónas þar með Karlakórinn Fóstbræður. Og bara skemmta nemyndum á sal og mér fannst svo gaman að sjá, bæði var náttúrulega músikalst, maður sá það strax, hann var mikill músikant á ferðinni, en ekki síður að hann var sko, hann kynnti allt saman sem þið gerðu og þetta var allt svo fyndið og skemmtilegt. Að ég hugsaði mér, ef ég verði einhver tíman söngvari þá myndi ég hafa gaman að ég syngja með honum. Og svo gerðist það nokkrum árum seinna að það rættist og það slitnaði eiginlega ekki sá þráður í fleiri áratugi, sko. Þannig bæði sem persónuleiki og píanóleikari. Já, og þó hann væri ekki mikið eldri þannig, en einhverjum árum eldri en ég, líka svona sem mentor, eiginlega hálfgerður kennari. Því að tónlistin var honum eiginlega allt. Hann vissi allt. Það var þetta fletti upp í honum eins og alfræðabók. Ártöl, hvenær þetta tónskáld var lifði, hann gat alveg sagt nákvæmlega fæðingar ár og dánar ár. Alveg sama hvað það var. Einmitt, og sko á þessum tíma sem nú að baki, þetta náttúrulega svona glæst saga Íslendinga, við erum eiginlega bara nýkomin út úr torfkomunum og við erum svona að bræða með okkur hvernig við getum orðið þjóða meðal þjóða. Og einn einstaklingur eins og Jónas hefur gríðarlega mikið með menningarsögu þjóðar, ungrar þjóðar eins og okkar að gera, ekki satt. Jú. Já. Hann fer náttúrulega til náms í Vín og hann drekkur það svo rosalega líka í sig. Og einmitt af því að segja, svo mikil kennari í sér, sko, og hann einhvern veginn, sko, það sem hann fekk út úr því að vera í Vín, því miðlaði hann alveg, sko, stöðugt alla sína ævi og hélt áfram að viða af sér þekkingu og þekkingu í tónlist, alveg sama frá hvaða hlið það litið. Var hann sjálfur að tónlistarfólki kominn? Faðir hans var organisti. En sjálfur fekk hann ekki alveg strax menntun, sko, hann var ekki efni til þess, þannig að hann byrjar svolítið seint með það hann var píanisti, sko, því það nú ekki algengt að píanistar ná að þennan standard. Svo sagði hann líka, sko, alltaf að mín aðkoma tónlist söngur. Hann hlustaði svo mikið á söngvara þegar hann var krakki, sko. Og það allt hans fannst mér að minnskosti alltaf þegar hann var að spila með okkur að það var þetta var ekki bara eins og einhver píanóleikur, hann var að syngja með okkur í rauninni, sko, og píanóið söng. Þannig að íslenska einsöngslagið án Jónasar, það væri allt önnur sena. Já, í rauninni. Það alveg víst. Og auðvitað höfðum við haft, sko, fína píanista áður og fína meðleikara að fyrir kynslóðum. Ólafur Viktor Albertsson og Guðrún Kristinsdóttir til dæmis. Kristjáns. Mjög flinkt fólk, en ég segi fyrir mig, sko, að við náðum svo vel saman einhvern veginn. Og hann var... Það er svo merkilegt með einmitt Jónas að því að náðu svo vel saman. Maður þurfti líka aldrei að tala músíkina. Aldrei. Það bara gerðist.
en svo sagði hann mann eitthvað og þú veist, þá var það eins og þú segir líka oft bara fróðleikur hlutina, það var ekki að reyna að segja manni hvernig maður ætti að syngja hlutina, maður bara fann það hvert hann var að fara og svo langaði manni kannski að bæta eins við það og þetta var alltaf þessi, þetta sem að sko ég veit að jazzspilarar upplifa mikið, það er þessi hlustun, ofsalega hlustun og hérna bæði hann sem meðleikarinn, svo sem að spilar eða mótleikarinn, hvað næstu þetta að segja frekar hann var sífellt að hlusta á það sem hann var að fara að gera og alltaf viðbúinn að á tónleiku geti gerst eitthvað allt annað en það sem hafði gerst á æfingunum og það er þessi músisýring sem að maður læriði af honum, þar var hann ekki síst mentor. Er það úrelt hugtakanótkun að ég tala undirleikara? Á ég að tala meðleikara? Já, ég myndi ekki að segja það, sko. Þetta er í rauninni dúó, þetta er ekki, sko þetta hefur svolítið snúist við í gamla daga sko, þá með sér eldgömlu auglýsingar tónleika þá er talað til dæmis sem segja að ég hef verið að syngja sko, í gamla bíói tíman 1918 eða gamla bíói, ég veit ekki hvort það var einu sinni til þá allavega þá var sagt sko, í þessum gömlu að Kristinn Sigmundsson syngur Jónas Ingimundarson aðstóðar. Já, en svo snýrist það svolítið við, sko, og svo var það undirleikar. Meðleikur er held ég það sem að, og það eru margir píanistar sem að móðgast að þeir eru kallaðir undirleikarar. Já. Sko, ég veit ekki mikið tónlist, en þegar ég var yngri, þá var ég aðeins að spila undir og spila á hótelum og börum og svona og stundum var einhver söngkona frekar en karlsöngvari maður bara að vinna á einhverju hótel eða bar og bara kemur einhver manneskja og hún segir bara, mér langar að spila Summertime, kanntu Summertime? Og svo bara hlóð maður í Summertime og hún söng og eitthvað svona og hérna, það verður á milli sumra, þá verður einhver galdur sko í þessu að það er eins og tveir hugar, jafnvel fólk sem er bara hittast í fyrsta skipti þegar kemur að því annað fái þá hugmynd að hæja mikið á jafnvel á stað sem er ekki augljóst að verði hægt mikið á að það er eins og hérna hinn vitið það var þetta samband alveg augljóst þetta var eitt af því skemmtilega sko. Var það? Já, vegna þess að við ákváðum nokkuð svona hvað maður segja, já nákvæmlega hvernig við ætluðum að flytja músíkina, lögin en svo gat komið fyrir ég man eftir eitt skipti sem að hérna það hefur verið í fjarlæg eftir Karl Runolfsson við vorum búin að alveg geirnegla það niður svo eru tónleikar á Akureyri og allt í einu byrjar Jónas í þessu lötur hæga tempói hérna fórspilið og ég sagði, hvað er nú í gangi svona eiginlega vittleysis gangur er þetta og svo verður maður auðvitað að taka það sem að mann er rétt maður getur ekki farið að byrja í einhver öðru tempói þannig að þetta lullaðist áfram og tók 3 vikur fannst mér en hérna þegar upp er staðið þá var þetta kannski eftirminnilegasta augnablik mitt með þessu lagi svo gerðum við einhvern veginn allt öðruvísi seinna sko. Og það er rosalega traust á milli söngvara og meðleikara þarna En svo er það líka það sko, það þekkjum við svo sem í öllu listum og líka í leiklist og öllu að sko það þarf alltaf að vera einhver viss ferskleiki og ég held að það er líka það sem hann sko kendi manni mér allavega því ég var svo ungu þegar við byrjum að vinna saman hún er bara fyrir tilvílunni að hann komst í ferð með fósbræðrum og sem að ég var að fengið sem einsöngari og þannig byrjaði okkar samstarfi í rauninni fyrst saman og þá kenda manni strax sko að það þurfti ekki alltaf að vera eins þetta þurfti ekki að vera eins og það var eiginlega kannski bara betra að hlutinni væri ekki alltaf eins því að þá væri maður ekki alltaf í einhverju prógrammering á músík og prógrammering á músík er kannski ekki endilega það rétt og það er alveg að sama þegar maður fyrir svo að skoða þegar maður hefur verið að vinna sér leikari á sviði það þarf maður alltaf einhvern veginn að upplifa mómentið aftur þú þurft alltaf að á þess kannski endilega upplifa það alltaf aftur en það þarf alltaf að vera eitthvað nýtt ferskt í því sem að gerist á sviði öðruvísi er það orðin bara einhvers konar rútínuvinna og það má ekki vera rútínuvinna Þetta þarf að vera eins og þetta sé að gerast á augnablikinu. Lagið er þannig að það hefur aldrei verið sungið áður. Akkurat, þá koma töfrarnir. Og acting is reacting og allt þetta, þú veist, þetta er allt þessi hlutir sem að sko í rauninni leið alltaf á sama brunni. En skrifaði hann einhverja músík? Hann gerði það.
Ekkert mjög mikið en það eru til eftir að nokkuð, 10-15 lög sem eru mjög fín sko. Já. Og var hann eitthvað í því að umrita? Já, hann gerði eitthvað af því en kannski minna. Ég þekki það. Hann alltaf gerði eitthvað af því sem hann samdi var líka eins og alltaf með stjólögin, hann gerði svona sirpu sem ég söng einhvern tímann og bjóð til meðleginn, bjóð til piano, svona akkompaniment. En hann meðleikarinn af þeim sem við höfum átt? Eða viljið þið kannski ekki raða því þannig og ekki gera... Jú, í rauninni sko, hann var strax mjög eftirsóttur. Já. Það var það og það voru miklu fleiri söngvarar sem að hefðu vilja að syngja með honum sko, sem ekki komast bara að meira sko. Það líka svo kannski einkennandi fyrir hans feril er líka það að hann var svo fjölhæfur. Hann hafði aldrei neina fordóma, það var alveg sama hvort það sko, gæti verið skandinavísk sönglög eða ítölsk sönglög. Það gæti líka verið Hugo Wolf eða Schubert eða Fauré eða það var alveg sama sko, hann bara leita á þetta allt sem músík og fór ekki að sko líta á þetta sem eitthvað svona ítölsk söngla, það er nú eitthvað bara svona sem að maður snýtir út sko, hann hafði bara virðingu fyrir öllum þeim verkefnum sem hann tók sér fyrir hendur. Já, en hann sagði reyndar að það væri bara það voru 2 tegundir af músík. Góð músík og slæm músík og hann vildi bara spila góð músík það var bara þannig og hann gerði það, hann bara hélt sig við það og það var svolítið gaman að ég man þegar hérna í eldgamla daga þegar ég að byrja að syngja með honum þá var algengt að söngvarar væri að syngja á árshátíðum svona og syngja fyrir drukki fólk, það var svona helstu hérna hvað segir maður, það var heilmikill tekjustofn í því að syngja fyrir dómgrendalista komið vel í glas og maður var að presentera sko eitthvað svona og maður reyndi nú að hafa það frekar léttara tægi læti kannski inn einu svona en samt sem áður hann talaði alltaf það þetta við erum að skemmta fólki en það þýðir ekki það að við þurfum að vera að snobba niður á við við þurfum ekki að vera að syngja einhverja slagara endilega. Þannig að ég meina ekki, við sungum allt mögulegt sko. Já. Fólk leit sér bara að hafa það en það komið í glas. Er þessi tekjulind úr sögunni núna? Já, ég held það sé svolítið. Það sé svolítið farið. Það er einhver svona ofurhress hérna, hvað heitir það, ekki skemmtanastjóri heldur? Já, veit svona veislustjóri uppistandari eða eitthvað svona sko sem sko eins og hann sé búin að taka 10 runur á kókaini og brjálaðislega hress það er svona sú típan þetta sé freka þar en ég held að fólk skemmti sér alveg vel þegar við vorum að gaula yfir þeim sko alltaf hann að koma alltaf til manns fólk á eftir og var afskaplega þakklátt og svona kannski náði aðeins að tengja við það sem það kannski hefði ekki náð annars þar af því það komið í smá í glas Ég man eftir því einu sinni þá vorum við fengnir, það var skemmtun það var upp í skíðaskálanum í Hveratölu það var einhver svona eitthvað fyrirtæki sem var með árshátíð og undan okkur á sama tíma við voru einhverjir grínarar og þeir þeir lögðu miklu áherslu á það að við yrðum sko á undan það voru svona hálf svona það var ekkert mikið grín í þeim sko þeir voru, það var einhver fíla í þeim og við sprelluðum þarna eitthvað og fólk hló og svo kom í ljós að eftir þessa innkomu okkar Jónasar þá komu þeir og ég frétti það seinna að það hefði sko þeir hefðu átt erfitt með að toppa það sem við gerum grínarar í fílu það er held ég ekki góð þetta góðum við líka að einhverju sem að Jónas átti svo mikið til að vera svo óbúslega fyndin við erum oft að syngja saman 3 líka fórum mann ég sko einhvern tímann á Selfoss og það var alveg sko bara fólk kútveltist að hlátri sko, ekki síst út af því sem að Jónas var að ofta sko að gauka inn einni setningu einhvers staðar var að byrja að undirbúa sig fyrir það að fara að syngja þá kom eitthvað frá honum, svona eitthvað komment
og það steinlátur salurinn. Þannig að hann átti til alveg sko ótrúlega að finna í ofta á tónleikum. Þessi detti í hug svona lítið komment, fínt, hárfínt. Og hann sá íslenski meðleikari sem að til dæmis þú, Kristinn, hefur átt lengst að sögu með? Já, ég hef sko nánast, sko, ég eiginlega byrjaði að syngja með honum strax eftir að ég kom frá námi í Vín. Já, hvað ár var það? Það hefur verið 80 og, hvað er ég að ljúga? 83 held ég það hefur verið. Já. Og svo fór ég til Bandaríkjanna reynda seinna en hérna með hlýjum þá unnum við saman alveg reynd sko þangað til að hann hætti sjálfur sko vegna hérna sjúkdóms. Já. Og var hann gamall og þreyttur og hætti. Þannig að þetta er meir en 100 skipta, þetta eru einhver 1000. Já, út allt sko, ekki bara á Íslandi heldur Þýskalandi, Frakklandi. Og vinátta allan til. Alltaf vinátta. Jónas, það var hérna, alltaf þegar ég var að koma heim, sko, hafði verið úti að syngja hérna, staðar, kannski búin að vera í burtu í 2 mánuði eða svo. Það voru 2 símtöl sem ég byrjaði á. Það var móðir mín og Jónas. Já. Já, því sýnir hann svolítið. Já. Hvers konar sessan skipaði. Já, þetta var mjög djúp. Maður kom eiginlega ekki til landsins öðruvísina sko helst að gigga með honum. Það var bara þannig. Já, þó maður væri bara í 3-4 daga, þá var Jónas bara búin að frétta það maður væri að koma eða bara búin að vera að ringja eða hafa samband. Og þetta er náttúrulega á þeim tíma, það var ekki endilega sko Facebook eða Messenger eða eitthvað svona sem maður gæti verið í sambandi í gegnum. Þannig að sko, en hann var einhvern veginn búin að hlera það maður var að koma og þá, það er hérna ammali, það er smásáttið eitthvað. Það var alltaf eitthvað sko, maður var alltaf bara ár með vissu sko, búin að bóka sig í eitthvað. Og var það eins með þig og Kristinn að hann var þinn helsti samstarfsmaður? Já, alveg þessi ár sko, bara eiginlega frá því að ég var söngarna með fósbræðrum og alveg þar til bara einmitt, hann hætti sko vegna veikindana. Og við sungum með þess að eftir það eitthvað smá sko, eftir að hann byrjar að verða veikur. En auðvitað svo kom náttúrulega að því að hann bara treysti sér ekki lengur. Og svo er svona persónleg tilviljun að ég var viðstaddur af því þegar þú í fyrsta skipti eftir að Jónas fjall frá söngst til hans, tilengaðar honum. Alveg rétt. Sönglega í Skjólbrekku í Mývatnssveit páska. Og það var heldur betur hrifnæm og tilfinningarík stund. Já, það var rétt. Þetta var bara nokkrum dögum eftir að hann dó. Já, það hafði bara nýspurst út í rauninni held ég, hans andlát sko. En þú ætlar sem sagt, Kristinn, þú ætlar að gera allt sem þú getur til þess að koma í veg fyrir að nafn Jónasar gleymist. Já, það er náttúrulega. Og þess vegna eru þið kannski hér við Rauðaborðið með mér að þú ert með átak á fullu. Já, sko. Segðu okkur frá því. Já, sko, hvernig á ég að byrja? Ég sko, mér fannst strax auðvitað og okkur örugglega öllum að við þyrftum að minnast hans, halda hans nafn á lofti. Já. Svo var ég einhvern tímann þetta var svona hugdetta og svo hugsaði ég meira það og svo nema öðru hverju og svona og svo var ég staddur upp í sal og aðtöðu einhverja dagsetningar með honum Axel, forstöðumanni salarins. Í Kópavogi? Já. Og þá sé ég að 30. maí er laus. Ég sá á tölvuna hjá honum og ég sagði þá skautast niður í hausnum á mér. Þeir eru taktu þetta frá og hérna ég vil halda minningatónleika Jónas Ingimundarson. Afmælisdagur Jónasar. Afmælisdagur Jónasar, einmitt. Og svo náttúrulega var ég svona pínlítið kjaftúr og sagði sko og ég ætlast til þess að salurinn taki þátt í þessu með mér. Af því ef að Jónas hefði ekki verið, þá væri þessi salur ekki til. Þá verið þú í einhver annari vinnu. Hann hoppaði inn á dalvöðun leið og niðurstaðan er þessi að það verða þessi tónleikar og það eru við auðvitað gefum öll okkar vinnu. Salurinn gefur okkur eftir leiguna og vinnur þar að ekki heilmikið sko, með okkur í svona genningarmálum. Og þannig að allur aðgangseyrir, hann rennur óskiptur í sjóð sem við erum búin að stofna
minningarsjóð Jónasar Ingimundarsonar. Já. Og meiningin svo sko að hafa þessa tónleika bara árvísan viðburð og söfnun í þennan sjóð sem að þegar að hann orðinn nógu öflugur að þá verður hægt að útluta úr honum styrkjum til efnilegra söngvara og píanista. Sem kannski koma frá heimilum sem ekki eru alltof fjársterk. Nákvæmlega. Já, jafnaðar tæki. Já. Þetta er dýrt start að verða söngvari eða píanóleikari. Já, og svo sem já. En þetta var sem sagt hugmyndin og svo hringdi ég Gunnar og fleiri og það voru allir tilbúnir og Gunnar er nú búinn að vera svona, ég vil ekki segja aðstoðarmaður, hann er Robin, svolítið þinna Robin ekki hetjan en svona bara svona alltaf til staðar ef eitthvað er. Bara virkilega gott að reiða sig á hann og hann hringdi í nokkra og niðurstaðin er svo sem sagt að við erum komið með einvala lið af söngurum. Já, heldur betur. Stórkostlegur hópur. Já. Það var bara flestir verið til í slægin sem þeir ræddu við. Allir sem að sko eru lausir á þessum tíma. Já. Ég talaði við nokkra sem að eru bundnir í öðru annars staðar sko. Já. Og verða þá bara með næsta ár. Já. Og það er nóg til á söngurum. Já. Sem maður sér það nú á fyrirsögnum í óperuna yfir 70 manns. Já, sem fór í pröfur. Já. Þannig að það er nóg til og mér skilst þetta hafa allt saman verið kvalitets fólk. Þannig að fullt til að góða söngurum. Og já, þarna erum við sem sagt risaðurnar gamlu, ég og Viðar Gunnarsson. Við erum nú eldstir í hópnum. Já. Svo Gunnar og Dittu. Já. Auður Gunnarsdóttir, Kristín Sveinsdóttir, hún er svona úr yngra liðinu og Kristján Jóhannesson. Baritón, já. Og Oddur Arnþór Jónsson, baritón, Hallveig Rúnarsdóttir, Hildigunnur Einarsdóttir, Alexandra Černíšová. Þannig að þetta verður, ég er örugglega að gleyma einhverjum. Varstu búin að minnast á Kolbeinn? Á Kolbeinn, já. Skemmtilegt að hann kemur er bara á landinu út af útskrift, þannig að hann hafði tækifæri til að koma. Einmitt. Þetta er svakalið. Og meðleikarar svo eru náttúrulega meðleikararnir sem eru Hrönn Þráinsdóttir og Helga Bryndís Magnúsdóttir sem að báðar eru sko nemendur Jónasar fyrir og maður finnur það svolítið þegar það er að spila með okkur sko. Er það ekki? Jú. Þannig að það syngur hjá þeim það heyrist þetta er frábært með og það er alltaf músisverð. Þetta er frábært framtak En Kristinn, sko, þú segir að þakka megi Jónasi að hluta að salurinn hafi risið. Bjóð þá Jónas sjálfur í Kópavogi? Jónas bjóð í Kópavogi og máli var þannig að það stóð til að byggja húsi við tónlistarskóla Kópavogs og Jónasi voru sýndar teikningar af þessu húsi. Og í húsinu var salur fyrir tónlistarskólan. Bara tónleikasalur og Jónas eins briljant og hann var hann sá bara að ef að salurinn er vikkaður nokkra metra í allar áttir þá væri komin sko svona bara góður kammersalur og hann fór með þetta til Gunnars Birgissonar og seldi honum þessa hugmynd ef hann hefði ekki gert það, ef hann hefði ekki séð þessar teikningar af tónlistarskólanum þá væri salurinn ekki til og fyrsta sérhannaða tónlistarhúsið á Íslandi. Kemur áður en að Harpa kom. Það er nú eiginlega svolítið líka hægt að segja það eiginlega þannig að sko það leið ekkert mjög langur tími þar til að ríki tilkynnti að það þyrfti nú að byggja tónlistarhús í Reykjavík. Þetta var eiginlega svona smá, þetta var svolítið spark eða svona jafnvel bara högg í magan. Að litla nágranna sveitafélagi séu undan. Já, Kópavogur var undan sko. Það var dálítið sárt, þannig að það var bara gott að það var, Þau eru nú svo sem ýmis olnboga börnin ennþá í þessum bransa hjá okkur og hún skólastjóri menntaskóla í tónlist lét hafa eftir sér í viðtali daginn að enn hefði aldrei verið byggður
tónlistarskóli í Reykjavík. Það er ekki alveg rétt, en Tónskóli Sigursveins náttúrulega beygður í Reykjavík sko fyrir tónlistarskóla, en af þeim sjálfum. Reykjavík hefur aldrei hefði opinbera hefði aldrei. Það hefur aldrei verið byggt húsnæði fyrir tónlistarskóla af opinberum aðilum. En skólanir sjálfir hafa þetta, eins og þessu tilfelli Tónskóla Sigursveins. En það er staðnind. Reykjavík hefur ekki byggt neitt og það eru allir sveitafélög í kringum okkur sem að byggja húsnæði og standa mjög vel að baki sínum skólum. Það er svolítið sláandi til dæmis að fara upp í salin í tónlistarskóla Garðabæjar og sjá hvað þau búa vel miðað við aðalsalin í menntaskóla í tónlist. Það er bara himinn og haf á milli. Og reyka sína tónleikaröð líka þar inni og það er svona bæjarfélagið búið að taka sér vel á. Enda konan mín sem er menningarstjóri þar, þannig að kannski ekki skrítið. Frábært. En er þá sérlega gott, finnst þér, Kristinn, að syngja í salnum? Já. Mér er alltaf fyndist það. Salurinn var, og það var fenginn, ég man ekki hvað hann heitir, það var hljómburðar sérfræðingur fenginn til þess að svona til sem ráðgjafi í sambandi við efnisval í salin og svona hvernig hann ætti að vera í laginu. Þannig að það var hvergi til sparað. Og svo hlýr líka í þeim skilningi svona það sem að blasa við manni þegar maður situr þar. Hlýleiki í húsnæðinu svona. Þannig að þú tekur undir þetta. Já. En aftur að þessum viðburði. Og að þessu minnast Jónasar aftur með hvað var mikill trúboði í sambandi við tónlist. Já. Hann við fórum náttúrulega bæði hann sjálfur með bara einn og sér og með öðrum söngurum og hann gat séð nokkurn veginn hvernig ástandið var á hljóðfærakosti landsins og hann ráðlagði fólki með það og það er, eftir það er komið Steinway flýill á staði það sem voru einhverjir hjallar bara sem ég fór einu sinni með honum á hótel út á landi og það var semst áttum að halda héldum tónleika í þessu hóteli og áður en að tónleikarnir byrjuðu þá tók hótelstjórinn á mót okkur og mjög svona glaðbeittur og ánægði með þetta allt saman sýndi okkur eldhúsið þetta voru nýjustu græjur af öllu sagði strákar ef það koma 200 manna rútur hérna þá get ég verið tilbúið með mat fyrir fólkið á innan við klukkutíma. Og við vorum náttúrulega mjög innbúnar að þessu. Svo eftir tónleikina þá kemur hann og segir við Jónas jæja, hvernig var hljóðfærið? Þá hugsaði Jónas sig svolítið smástund og sagði orða þetta svona ef eldhúsið þitt væri í sama ástandi og píanóið hérna þá væri ekki eldaður hér matur. Nokkrum vikur seinna var komið súper Steinway í húsið. Já, vel gert. Það væri nú freistandi að reyna að kreista upp úr þér hvaða staður þetta var. Já, nei, það er engin ástæða. Það er engin ástæða. Nei. Ekki fyrstu brugðust svona vel við. Nei. Fá fyrir í gefningu. Einmitt vegna þess hvað við brugðust vel við. Ég held ég kannski við myndum náði upp úr. Já, svo leið. Já. En þetta sýnir bara hans ambisjón það sagði bara það er ekki hægt að búa til fyrsta flokks músík ef þú ert ekki með fyrsta flokks hljóðfæri. Ég man eftir honum vorum að kynna plötu eða disk Malarastúlkuna fögru eftir Schubert og við fórum eitthvað nýr á Stöð 2 og vorum eitthvað að syngja eitt lag þar í beinni útsettingu og það var einhver skelfing sem kom upp á einhver hljóðfæri og hann svona, talaði nú við einhvern veginn á eftir og kvartaði og það leiði ekkert á löngu, það var komið eitthvað, það var ekki Steinway eða neitt svoleiðis en það var komið eitthvað betra næst og það tók eftir því, hann hætti ekkert bara í hvern skipti sem að kom og hugsaði hvernig þetta var þá Stöð 2 sem hefði nú kannski haldið að væri kannski ekki endilega að bjóða klassískum söngvara að koma til þess að kynna svona viðburð. Það var gert þá. Þannig voru hlutin þá. Og það er svolítið synd að sjá hvað
hvað þetta hefur hopað allt saman. Þetta svona svo jöklarnir, sko. Þetta bara, það eins og að sé einhvern veginn. Þessar sögur sem þið segið, þær tóna einmitt við tilfinningum mína af því hvað örfáir einstaklingar geta haft rosalega margt sögu heillar þjóðar að segja. Nákvæmlega. Og það akkurat þetta sem er svo mikil svirði. Ég segi fyrir mig, sko, við höldum minningu Jónasar á lofti ekki bara vegna sem að vinnur okkar og skemmtilegur, heldur fyrir það hvað hann hafði mikil áhrif. Já. Líkt og þið líka, svo ég nefni það nú líka. Þið hafi náttúrulega líka við reynum verið sómi Íslandsverð og skjöldur og hafi gert ótrúlega glæsilega hluti fyrir okkur sem samfélag. Ég gaman að segja frá því, sko, með Jónas að hann sko, á þessum tíma þá hafði hann svo mikil áhrif líka á bara aðra söngvara með því að vera alltaf að gera það. Þannig að sko, fjöldi þeirra sem höfðu áhuga á því að gera þetta, hann varð stærri, hópurinn varð stærri, af því hans framkoma og hans í rauninni eldur fyrir þessu sem hann var að berjast fyrir. Hann var svo mikill og það auðvitað smitar út frá sér. En segjum sem svo að ég velji á milli þess að vera í Mývatnssveit eins og stóð til 30. maí næstkomandi eða ákveði að styrkja íslenska æsku og tónlistaræsku með því að fara í salinn og fara frekar á tónleikana en að fara austur í Mývatnssveit. Hvers má ég vænta? Nú hefur við sko nefnt flytjendurna, en hvers konar músík er þetta? Er þetta mikið íslensk músík af því við tala áðan íslenska einsöngslægið eða er þetta bara svona af öllum stærðum og gerðum? Eða? Þetta er eiginlega bara alveg allt með Jóns og Jarðar. En það er talsvert mikið auðvitað af íslensku efni. Og þess að þekktu perlu þá? Perlur? Og sko Ég tók svona 2 lög sem að ég bara plutti mikið með Jónasi sem ég fannst bara vel við hæfi eitthvað sem að stóð okkur tveimur nærri. Hvaða lög? Það er lag eftir Wilhelm Pettersson Berger, sænslag sem heitir När jag för mig själv i mörka skogen går. Skaplega fallegt og einmitt eitthvað sem hann kynnti mig auðvitað fyrir og svo Gían til Sigfús Sveinsson. Svona gamlir góðir standardar. Hljóma spennandi. Ég ætla að syngja Wanderers Nachtlied. Það er hvað heitir það? Nætursöngur förumannsins eftir Schubert. Og svo ætla ég að syngja lag eftir Hauk Tómasson sem heitir Geit á beit. Textin eftir Þórarinn Eldjárn. Og sko það sem við lögðum upp með í sambandi við efniskrána var bara það að fólk syngi það sem að því líði vel með að syngja. Já. Af því að það er náttúrulega forsendan fyrir því að okkur líði vel með að hlusta á það. Já. Þannig að fólk njóti þess. Já. Og svo er búið að raða þessu upp núna, þessari efniskrá, og þetta verður bara, held ég, ansi flott. Já, það líka. Já. Ef þau syngja eins og fólk. Það vestur á kollegum okkar, við náttúrulega syngjum alveg eins og fólk, sko. Það gefur sig auðvitað sjálf. En þið eru enn í fullu fjöri? Já, svona það. Já. Ég er í svo miklu fjöri, sko, ég fóð mér svo söng fyrir Íslensku óperunni daginn. Já. Bara til þess að vera þátttakandi líka, mér fannst það bara svo mikilvægt að það var svona ákveðin bara yfirlýsing. Já, þess að fórstu í áheyrnarpröfu? Ég fór í áheyrnarpröfu. Já, vel gert. Það hefði ekki gert í 15-20 ár, sko. Þannig það var hansi langt síðan. Mér fannst það bara svona tilheyra bara, hér er ég. Ég er hluti af þessu fæi. Og ef það er eitthvað hægt að nota mér einhvern gamlan kall í óperu einhvern tímann þá er ég til reiðu því mér finnst bara svo magnað að sko þetta skulle vera að gerast að sko skulle vera komið eitthvað svona ríkisreiki batteri sem er ópera. Þið fagnið þessu greiðan. Já, þetta er opbóðslega mikilvægt skref. Það er gott að við tölum um það það er gott að við tölum líka um það sem er að ganga vel vegna þess að okkur hefur ekki líkað margt í tónlistarsenunni hérna, til dæmis fjöldi barna á biðlista í tónlistarskólum, hvernig þar hefur bara markvisst verið grafið undan tónlistarstarfi síðustu 10, 15, 20 ár. Þau eru mörg sko umhugsunarefnin í þessu, þannig að það er gott að við séum
að hérna vinna sigra á öðrum sviðum einhverjum. Sko við erum sannarlega að vinna sigra og mér var svo skemmtilegt að og söngkona sem að hérna var hjá mér í skólanum hérna fyrir nokkrum árum síðan sem að hérna birti mynd á hérna samfélagsmiðlum í gær og það var mynd frá Wiener Konzerthaus bara af glugga svona sem þau stilla upp plaggatum og þar var sko hún að því hún þessum Echo hérna artist sem var hérna tilnefnd af hérna Hörpu til þess að fara í tónlistarhúsvíðum í Evrópu og það var hennar sem sagt plaggat það sem að vera tilkynna eða sem sagt auglýsa hennar tónleika og fyrir ofan var Víkingur Heiðar og þannig voru þess að 2 plaggut og 2 Íslendingar í þessu sögufræg og flotta tónlistarhúsi og það, sko, það einstakt að þessi litla þjóð hérna á norður í Íshafi skuli eiga þarna 2 listamenn sem eru bara auglýstir á svona stað. Það ekkert lítið. En fannst ykkur ekki lítil umræðu menningamál til dæmis í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga? Jú, allt of lítil. Hvað getum við gert til þess að þoka þessu framar í pólitíska umræðu áherslur? Ég bara syngja nógu mikið. Halda nógu mikið á tónleikum. Já, ég held að það sé svolítið og ekki að hugsa endilega það hvort að maður græði eitthvað á því. Eða það maður græðir svo sem ekki á því, maður græðir á því andlega. En það rýður engin feitum hesti frá svona tónleikahaldi. Nei. Það minnst ekki á Íslandi. Nei. En já, ég held að það sé svona svolítið málið. Já, ég held það sko. Og ég heldur eitthvað að sko það sem að gerast við sko sjáum líka þegar að kemur svona meðbyr eins og núna kemur óneitanlega með þessari óperu að þá vitum við alveg að það mun hafa áhrif og við vitum að það hefur áhrif að það hefur verið mjög lítil starfsemi á þeim vettvangi síðustu ár, það hefur verið lítið fæslum og svo kemur algjört hlé og það var lítil óperustarfsemi í landinu meðan á COVID stóð og það hefur afleiðingar. Það er bara það einfaldlega ef að fólk hefur ekki þetta í rauninni aðgang af listforminu þá þetta erfitt að láta það dafna og verða sterkara. Við höfum óperudaga sem voru ágætis frábæri hlutir gerðir en það voru auðvitað kannski svona aðeins smærri skala heldur en svona batteri sem lítur virkileg stuðnings getur gert. Og ég held að það sé náttúrulega bara maður verður náttúrulega bjartsýn að sjá þetta vera að gerast núna að þarna sé komin stofnun sem algjörlega að gera þetta á þessum forsendum. Spennandi. 11 dagar í konsert og ef draumur þinn rætist þá verður árlegur. Árleg konsert. Og kannski eftir 5 ár verður hægt að auglýsa styrkveitingu sjóðunum. Einmitt. Göfugt og glæsilegt og fallegt og vel við hæfi að minnast Jónasar meistara með þessum hætti. Manni hefur dottið margt vitlausar í hugum dagana. Já, það get ég alveg tekið Kristinn Sigmundsson, Gunnar Guðbjörnsson, kæra þakki fyrir komuna. Takk fyrir að hafa okkur. Takk fyrir. Og kæra þakkir hlustendur og áhorfendur fyrir að fylgjast með okkur við Rauðaborðið þetta kvöldið, eitt af mörgum. Það komið að leiðarlokum. Mér langar svona að minnast á það sem við segjum stundum hér í afkynningu þessara þátta að við værum ekki í loftinu ef ekki kæmi til stuðningur frá þér, fjárhagsstuðningur. Okkar tekjuleið sú að þið sem njótið efnis samstöðarinnar leggið okkur lið með því að fara inn á vefslóðina samstöðin.is og finna þar hnappinn áskrift og gegn mánaðarlegri upphæð sem flestir velja 2.750 krónur, það fyrsti valkostur sem kemur upp, 2.750 krónur á mánuði. Þá hafið þið allt með það að segja hvort við getum dag eftir dag boðið ykkur upp á nýja umræðu, nú síðast menningar umræðu og hér að framan alls konar umræðu aðra. Nú einnig væri gott ef þið mynduð hafa það í huga að deila efni samstöðarinnar á félagsmiðlum og það eru til margar leiðir til þess að fylgjast með okkur og endilega taki þátt í því að halda samstöðinni vakandi og lifandi. Það er mjög þungt að reka fjölmiðla á Íslandi í dag og þeim gæti því miður enn fækkað frá því sem hefur verið og samt eru við blaðamenn og dagskrárgerðarmenn bara brot af því sem við vorum fyrir 20-30 árum. Þannig að ef þú ert meðvitaður þetta, endilega legðu okkur lið. En ég heiti Björn Þorláksson og þetta er gott í kvöld. Við sjáumst aftur klukkan 8 annað kvöld við nýtt rautt borð. Verið sæl.